Hrútafjarðará í fylgd Sverris Hermannssonar. Það Hekla sem býður upp á sporðakost og konung jeppanna Mitsubishi Pajero. Þetta áin hans Sverris Hermannssonar, Hrútafjarðará eða Hrúta eins og hún oft kölluð. Í raun að ræða 2 ár, Hrútafjarðará og Síká, sem sameinast á eyrunum neðan við þjóðveg 1. Sverrir hefur haft ána á leigu ásamt vinum og ættingjum frá 1957 með smá hléum. Hrútan eitt af þessum vel varðveittu leyndarmálum, nánast í alfaraleið, en kemur nýjum gestum hægilega óvart. Þetta áin hans, hér líður Sverri hvað best. En þegar þú ert hérna, það ekki töluvert annar maður en situr í bankastjórastólnum? Það vona ég ekki, andskotinn. Það held ég ekki. Ég held að menn að því að maðurinn heldur fráhrindandi og viðskota illur og þungur á brún, þá haldar þetta sé hálfgerður þurs. Ég held það sé ekki. En það ég á svo erfitt með að temja bæði skap mitt og framkomu. Það hefur aldrei verið að ala mig upp. En enn verið að reyna? Já. En þó nú margir búin að sjá að það þýðir ekki. En hefur þér tekist að varðveita í þér barnið? Já, held ég. Það held ég. Ég alinn upp í Ögurvík á smá trillu þar, var alltaf sjóveikur og þess vegna ætlaði ég að verða bóndi. Það var ekki hægt að nota mig á sjó, svo allir 5 bræður mínu voru skipstjórar. En það var að senda mig í skóla því það var ekki nota mig til neins. Því að ég var alltaf ælandi. Það líka gaf honum ekki. Ég ætlaði að verða bóndi því það var nú ekki hægt að sjá að maður kemist í skóla þegar maður var inn í Ögurvík hér fæddur 1930. Já, ég hefði vel gett að hugsa mér að eiga þar heima og vera laus við þetta helvítis stell allt saman. Leiðindastell, samkomur og móðganir og snobb og kjaftæði. Jú, ekki hálfgerður þurrseimitt, svona í ákvæðum skilningi? Það getur vel verið. Ég vil helst ekki vera það. En menn ráða nú ekki við allt. Jú, það kannski svona frekjuhundur. Greta, kona Sverris, með í för. Sverrir lítur á hrútuna sem afdrepp fyrir sig og sína fjölskyldu. Hér hafa börnin þeirra hjóna byrjað að veiða og upp á síðkastið barnabörnin. Sverrir hér að kasta í ármót Hrútu og Miklagils sem einn af efstu veiðistöðum árinnar. Það leynir sér ekkert að hér hafa veiðimenn verið á undan okkur og í það minnsta ein orrustan hefur tapast eða unnist eftir því hvernig á það litið. Nú Hrútafjarðaráin friður fyrir öll en flugu. Og nú flugan að jafnaði jafnbeittur og jafnvel beittar af vopn til dæmis í litlu vatni. En þú missir 50% af stórfiskinum. Lax yfir 15 pund. Sko þú nærð að meðaltali 67%. Það bara svona. Þetta undantekning ef að þú nærð hærra hlutfalli. Það getur skeið einu sinni, svo missur þú bara helmingi næst. Og stóri fiskurinn verður eftir áni, svo sem við viljum ala undan. Og það bara strax á því fyrra að stór fiskur var eftir. Og þetta bara megin mál að skilja eftir stóra fiskinn. Menn að tala að það sé nóg að bara nokkrar bleikjur verði eftir. Þetta alveg. Hvernig myndirðu lýsa sjálfu þessi veiðimanni? Hálfrödd, værukær,
En legg mest upp úr í einhverju svona mjög léttu í þetta allt saman. Hjónin Jóhannes og Dóra Nordal eru skammt undan, en Sverrir og Jóhannes hafa lengi veitt saman, bæði í Hrútu og víðar. Jóhannes veiðir bara á flugu og aðeins á smáar flugur og hann lítur ekki við öðru en flotlínu. Dóra tekur þátt í veiðinni af lífi og sál og er kapsfull fyrir hönd bónda síns. Jóhannes er þolinmæðin uppmáluð í veiðiskapnum og hann er ástundunasamur. Hann ber mikla virðingu fyrir Sverri Hermannsinni. Hann er alltaf afskaplega glöggur veiðimaður. Hann er mjög næmur á umhverfi og vatn og sér vel og hann er þess að þeir hefur mjög mikla reynslu, búin að vera í þessu lengi. Þessar háþekkir hann alltaf eins og fingur á sér. Já, þetta eru kostir Sverris sem veiðimanns en hann er engin engill frekar en aðrir. Hvað með gallana? Hann er kannski dálítið ör í veiðiskap eins og í öðru. Dóra hefur ekki síður ákveðnar skoðanir á fluguveiði og hikar ekki við að deila þeim með manni sínum. En eitt eru þau þó alltaf sammála þau eru á móti maðkaveiði. Já, fyrir mig er ég allir á mótinni. Ég get ekki hugsað mér að stunda veiðiskap ef maðkaveiði það sem mest að nota. Til verndunar á ánum þá held ég sé ákaflega sterk stefna að taka upp eingöngu fluguveiði. Hrútafjarðará er hryggsúlan í þessari fögru sveit undir Holtavörðuheiði. Þetta er sá tími árs þegar kvöldið kemur ekki. Sólin sest ekki, en besta klukkan er oft á tíðum maginn. Þegar hungrið sverfur að, er gott til þess að vita að sjeffinn Sverrir er farinn að munda svöntuna. Í veiðihúsinu undir lágri brekku, skammt frá Staðarskála, er eldamennskan í fullum gangi. Gerir þú mikið af því að elda, Sverrir? Ég gríp oft í þetta, en náttúrulega í veiðiferðum þá sé ég þetta. En svo ger ég þetta mjög ofta á kvöldin þegar ég kemur heim. Svona, þetta dreifir huganum og er hvíld í þessu. Ég er með svínsíðu. Svíniregben kallar danskurinn þetta. Yfirleitt er þeir ánægðir með þetta því og ég harðbaka þetta því að það er ekkert gaman að þessu nema húðin sé stökk á þessu. Og yfirleitt hefnast þetta sæmilega en það gerir það ekki nema með yfirlegu. Það er nú það. Það verður að fylgjast með þessu. Með þessu drekku er rauðvín. Kalifornískt núna. Afskaplega gott rauðvín. Svo gef ég þeim osta, rétti eða osta, bara íslenska osta, hér inni við sófaborð og þá fáðu Nóval portugalskt vín með því. Já, nokkrar tegundir af íslenskum ostum sem er að verða þeir best í heimi, eins og allt íslenskt. Sverrir er mikill kokkur. Frábær. Alveg frábær. Í þessu ferðum ykkar hingað, er það hann sem eldar alltaf eða? Hann eldar alltaf. Morgunmat, hádegismat og kvöldmat. Þetta er bara, ég fæ hvergi nokkur stað betri mat. Ég hef aldrei fengið betri mat. Því þyrftu að upplifa það að smakka matinn sem hann býr til. Pétur Pétursson, leiðsögumaður Sverris við Laxá í Aðaldal, er við veiðar í Síká. Hann er að taka síðustu kostinn og það er ekki laust við að einbeitingin sé flöktandi því hann veit sem er að maturinn er að verða tilbúinn. Ég held að sé nú hvort tveggja, hann er náttúrulega geysilega geðstrýsinn og svo hefur hann mjög gaman að þessu. Þetta er hans áhuga mál held ég fyrir utan veiðiskapinn, svona þessum hobbymálum sem hann stundar. En þetta þeir erfiða svo mikið félagarnir við veiðarnar
að þeim finnst allur matur góður og hakka þetta í sig og það gerir nú léttara fyrir mér í þessu stelli mínu að þeir eru svo svangir að þeim finnst þetta allt saman afbragð skott eða láta sem við sko. Í gærkvöldi fengu þau nú sérkennilegan rétt sem ég hef ekki haft hér áður. Slátur, lifrarpylsu og blóðmur og gulrófur og svið, heitt svið. Þetta hefur nú gerð þetta gamni mínu svona einu sinni. Ég hef aldrei gert þetta áður hér, ekki hér hásu á norður í landi. Nei. Þið getið ímyndað ykkur hvað þetta er ólíkt því sem ég þarf að vera að amstra í á daginn, hvað þetta sé ekki hvíldið svo les ég hinn tímann. Já, nú er þetta spennandi. Það býtur ekki blautan skít. Þessi hífur þótt bara væri á með steini. Karlsvörn er mjög hollt, gefur hraust og gott í útlið, bæti meltinguna. Það eru krökkunni. Við förum úr einni veislunni í aðra. Hér eru gestirnir þá öllu fleiri og borðsiðirnir frjálslegri. Hún er mjög harðsnúin fiskur. Þetta er íshafsfiskur og ég held að hún sé nú kallað Arctic Char. En sannleikurinn sá að ég hugsa að viðurfærið fyrir hann í þessum firði sé mjög gott. Hún er alveg troðin af þessum hvíta þráðormi og marflóm og þú ferð aldrei svo inn í bleikju hér, hún sé ekki alveg troðin af mat. Og það myndi segja mér að fjörðurinn sé mjög gjöfull fyrir hana og beitin góð. Hún er venjuleg fyrir ofan í hinnum eða þá miklu neðar. Það sem lax og bleikja eru saman. Fiskifræðingar álíta hún hæstari í 3 mánuði sem hún helst við í salta vatninu að hún verður að afvatna sig. Þetta er bara hennar lífsmáti. 2-3 mánuðir, þá kemur hún í árásana eða hún gengur jafnvel upp í ár, þó að séum miður vetru, til þess að ná andanum, eins og maður segir. Já. Þetta er Dumbafljót, neðsti veiðistaðurinn í Hrútafjarðará og hér gætir muns á flóði og fjöru. En finnst þér gaman að eltast við bleikjuna eða? Það er mikið punt í þessu, já. Það er mikið, hérna til dæmis í byrjun þegar kannski lítið gengi af laxi hafa menn óskaplega gaman að stunda þetta. Og sumir bara vilja helst ekkert fara hérðan. Og fá þetta mjög algengt 34 punda bleikjur, það er ekki til betri fiskur í heimi. Og þetta er viðbragðsharður fiskur og mjög skemmtilegt. Það er nú ekkert varið í að draga þetta eins og þorsk. Það við hérna rétt fæturinn á. Og í gamla daga segja mélamenn mér að það var nú dregið á og veitt í matinn. Sonur minn dró hér 23 ár. Þá var Karl faðir minn hér að gamni sínu og hann tók og gerði að bráðum 23 ára. Ég fest á 27
á einum degi. Og það náttúrulega, veit nú, á nokkuð nóg. En þú notar alveg sömu flugurnar í þetta á laxinn? Já, ég nota yfirleitt Brú Sjarm 10 eða Heri Meri 10, Svíp eða eitthvað, jú, oft Black Doctor, hann gefur oft vel. Nú, ég tala nú ekki Nighthawk, hún er dálítið skrautgjörn. Sér nú þessa heimasætu sem eru með, svona bleikrauða, sem eru uppgötvuð hér árið og morðveitt á. Já, þetta er mjög svona skemmtileg viðbót að hafa þessa bleikjugengd. Náttúrumikið fólks hérna, það sé drígra til allra verka og ekki síst í veiðiskap. Náttúruleysingjar og gufumenni, þeir festa aldrei í fisk. Og svo endar þetta með því að menn missa þrekið og þróttinn fyrir ellisakir. Og þá er ekki að sökum að spyrja, þeir hætta að festa í fiski. Og þetta hef ég, allmargar sannanir fyrir. En hérna, eins og ég segi, það fylgir því all fylgni í starfi mann og framgöngu að þessi náttúru miklu, að ég ekki segi graðir, en ekki þetta verra. Tveggja punda. Þegar fiskur kemur og skoðar flugu þá getur verið ráðið að minnka hana eða stækka og þó aðalega minnka. En það maður vekur hann og svo veit af hann og þá er það bara ærin ánægja. Og svo er maður í góðum félagsskap. Eldar góða matvanni eins og maður getur og svo sefur maður vel. Það er náttúrulega samviskan sem gerir það líka. Sverrir myndi flokkast sem fullþroskaður veiðimaður. Hann hefur prófað þetta allt saman og hefur árabil ekki kastað öðru en flugu. Og aldrei nema hefðbundum flugu. Og beiti yfirleitt alltaf númer 8, 6 eða 10. Oftast 8. Og er fastheldin og kannski er þetta sérviska. Öll þau ár sem Sverrir hefur veitt í Hrútafjarðará minnist hann þess ekki að hafa farið laxlaus heim. Það er mikið af fiski í ánni núna. Laxinn hefur þegar dreift sér hefðbundna legustaði og kjörtíminn er framundan. Ólíkt svo mörgum sem stunda laxveiðar er kríupabbi á höttunum eftir þeim minnstu. Heima bíða gargandi ungar, þeir vilja laxaseiði í matinn. En hvernig heldur að íslensk laxveiði sé núna, hversu hátt er hún skrifuð út í hinu stóra heimi? Mjög hátt. Mjög hátt og þeir héldu að Kolaskaginn myndi taka eitthvað við en það er hrapað aftur og þeir eru konir tilbaka þess sem reyndu það. En hafa menn ekki nýtt laxveiðarnar líka sem vettvang fyrir, jafnvel stóra viðskiptasamninga? Svo segja þær það að þetta með að erlendi bankastjórar. Sko það eru menn sem skemmta sér við að veiða dögum saman og þó þau fái ekkert eru jafn hamingjusamir. Og þetta er slíkt únikum fyrir þá og þessi kynning á landinu og að kynnast þeim í þessu,
það hefur verið eitt af verðmætasta sem Íslandsmenn geta gert. Og það sko ekki mútumálið en eitt slíkt. Þetta bara þú gerir ekkert skynsamlegra til þess að hafa fyrir snúðinn. Aðstöðu þessir menn þetta eru svo sterkir menn með Landsbankinn. Ég ekki vafa það að þessi góðu kjör sem hann hefur fyrir þessa vinsund mannana og eins það að það verður aldrei í 111 ára sögu bankans lánfarið í eindaga út í löndum. Ég gerir ráð fyrir því mjög oft hafi verulegir fínansar verið útkljáðir til dæmis í Vatnsdal með fulltrúum First City Bank. Ég tala nú ekki hérna Merrill Lynch. Jóhannes, hann mikill vinur þessara manna og þetta hefur bara verið ráðið til þess að leysa viðkvæm mál. Það að hittast í þessu. Og þeir meta þetta alveg ótrúlega mikils. Alveg ótrúlega. Það ekkert hægt að gera sem kemur okkur betur til þess að ná samböndum við menn og að koma á okkur fyrir borð. Bara ekkert. Stórlaxinn okkar hafði ekki heppnina með sér hér við Snasa, en Kríupabbi brást ekki ungunum sínum í þetta skipti. Nú Jóhannes að bakka með bleikju á. Það sjáið þið á tilburðunum. Þetta engin vafi og hann nú svo vandaður í hreyfingum að það geti alveg verið lax þetta. Hvað mistan hann? Nei. Býtu við? Þetta sennilega lax sem hann með. Nei, hann myndi nú varla draga hann myndi ganga aftur fyrir lax nema sé lítill. Einhver myndi freistast til að spyrja, hann snobbaður? Þetta flugur snobber? Nei, ekki aldeilis. Ekki aldeilis. Ég ekki sagt það að Jóhannes með vænan fisk. Því hann ætlar að draga þennan fisk á þurrt sýnist mér. Sérðu, hann þarna út af steininum, hann að busla. Sérðu, þetta nefnilega ekkert smá fiskur líklega. Nei, það ekki til í honum snobb. Sérðu, það hörku fiskur þetta. Sérðu, guðsuna sem gangu upp. Sko? Býtu við. Það mætti segja mér það að, væna fiskurinn. Sérðu? Nei, anskot, þetta lax. Sérðu, Dóra fer aftur fyrir. Þetta lax. Það ekki? Það veit ég ekki. Ég veit það ekki, maður sér ekki. En þetta hann treystir nú ekkert fyrir þessu. Svo hann leipur aftur og byrjar að rota. Jæja, nú Dóra mín glöð. Það gerist ekki oft, en það hitabylgja í Hrútafirði sem þjakar bæði menn og fiska. Þetta 4. dagurinn í röð sem lofthiti fer vel yfir 20 gráðurnar. Konungur fiskana geispar af leti og vanlíðan. Hrútafjarðará nú 17 gráðu heit og súrefnis snauð eftir því. Skammt fyrir neðan Réttarfoss Réttarstrengur. Hér Sverrir kominn á sinn eftirlætis stað. Héðan á hann sínar bestu minningar laxveiði. Fyrir 12 árum fengu þau hjónin 11 fiska í Réttarstreng fyrir hádegi. Fyrstu laxarnir sem ganga í ána strika iðulega beint upp á efstu veiðistaðina og Réttarstrengur því einn gjöfulasti staðurinn í allri ánni. Mér boðið þér og mér mjög vel við það. Já, þér vel við það. Ég lýsti því yfir þegar ég var ráðherra að mér væri mjög vel við að vera boðið í laxveiði og það streymdi til mín boðinn eftir þessa yfirlýsingu. Svo ég var orðinn hálffeiminn við þetta. Því að sannleikurinn sá bankastjóra mig að dálítið var að sjálfsög. En nú var einmitt umræða í þjóðfélaginu tíma svona neikvæð umræða þetta. Já. Það ekkert einkennilegt. Menn hafa svona notað þetta ýmis orð, stór og
allt upp í það að kalla þetta mútur. Já, í því liggur hættan. Bankastjórar mega ekki verða að passa sig á þessu öllu saman. Bara að gefa undir fót með að eitthvað slíkt vekja grunnsemdir eitthvað slíkt náttúrulega alveg vonlaust mál. Hafa þið verið boðnar mútur í Nei, aldrei mér á endilangri ævi minni. Í þessu formi? Í engu formi. Nei, aldrei. Enginn reyntir við mig og ég dálítið feginn því. Og ég held að framkoma mannsins hljóta að vera einhvern veginn með þeim hætti að menn hafa aldrei flytja upp því nema bara að þeir séu svona heiðarlegir að þeir eigi ekkert við þetta. Aldrei vikið að því. Sverrir er ekki öngulsár maður. Þegar hans aðferð, smáar flugur og flotlína dugar ekki, lætur hann þarfi sitja. Þessi sérvitringur er trúr sínu og freistast ekki til að beita einhverjum, eins og hann myndi kalla það, triksum. Í þessi ár, þið verður fyrst að geta vitnað því að ef ég fer laxlaus úr því, það hefur ekki skeið fyrir en aftur einu sinni fyrst. Það er Hekla sem býður upp á sporðakost og konung jeppanna Mitsubishi Pajero.